Þú þarft tölvu, USB-snúru og NXT bílinn. Í þessu verkefni þarftu að hafa tæki sem getur keyrt, en sem betur fyrir tekur það bara hálftíma að setja saman þennan bíl eftir leiðbeiningunum í Mindstorms forritinu. Finndu dæmi númer 3. Building Guide, Driving Base. Zoomaðu inn til að sjá leiðbeiningarnar betur og settu bílinn saman. Svona. Og þá getum við haldið áfram. Þú notar þessa skipun til að stjórna bílnum. Þetta er skipunin sem þú ætti eftir að nota mest, svo við skulum læra á hana. Ef þú keyrir hana án þess að breyta stillingunum, þá snúast mótorarnir einn heilan hring og stoppa. Þú getur séð það hér að lengdin er stillt á einn snúning. Nú ef þú vilt láta tækið fara lengra, þá setur þú stærri tölu hér. Þú getur líka að nota gráður, og það eru 360 gráður í einum hring, 180 gráður í hálfum hring og svo framvegis. Þetta stillir hvort tækið á að fara áfram eða aftur á bak. Og þú dregur þennan takka til eftir því hvort þú vilt að tækið fari beint eða beygji. Hérna stillir hvað mótorarnir snúast hratt, 0 þýðir að þau snúast ekki neitt og 100 er hámarkshraðinn. Hérna velur þú hvaða mótorum þú vilt stjórna. Og þegar við erum að láta tækið keyra þá erum við með mótoruna tengda í B og C. Og ef þú setur til dæmis arm á tækið, þá tengir þann mótor í tengi A. Hver hreyfingaskipun getur látið tækið fara í eina átt og bara eina átt. Svo þú setur einn kubb til að fara áfram, annan til að beygja, þriðja til að bakka og svo framvegis. Og núna vil ég að þú búi til forrit sem lætur tækið keyra í ferning. Sem sagt, keyra áfram, snúa, keyra áfram, snúa, keyra áfram, snúa, keyra áfram og snúa einu sinni enn og þá er það komið aftur á byrjunarreit. Þú þarft að prófa það áfram til að finna út hvað það þarf að snúa mikið. Og þegar þú hleður forritinu inn á kubbinn, það er best að nota þennan takka. Því að takkin í miðjunni keyrir forritið strax. Og þá keyrir tækið allt koll á skrifborðinu. Þannig að við notum þennan takka og ýtum síðan 4 sinnum á áfram til að keyra nýjasta forritið í minninu. Þegar þú ert búinn að láta tækið keyra í nokkurn veginn ferning, þá skulum við halda áfram. Forritið þitt ætti að líta nokkurn veginn svona út. Keyra áfram, snúa, keyra áfram, snúa, keyra áfram, snúa, keyra áfram og snúa og þá ertu komin í ferning. En til að láta tækið snúa á staðnum, þá ferðu með þennan takka alveg út í enda og mér finnst passa vel að stilla á 174 gráður. Og þetta virkar og allt í lagi með það. En þegar þú ert komin með langt forrit og þarft að fara hingað niður til að geta séð það allt, þá er sniðugt að gá hvort þú sért að gera sama hlutin oftar en einu sinni. Og ef svo er, þá getur verið gott að nota lykkju til að einfalda forritið. Náum í lykkju. Veljum hreyfiskipanirnar og setjum þær inn í lykkjuna. Við getum lokað dæmunum til að fá meira pláss. Dæmin eru bara hér. En lokum þeim. Ef við höfum lykkjuna stillta á að eilífu, þá heldur tækið áfram að keyra í ferning aftur og aftur þangað til þú slekkur á því, eða batterið klárast. Við ætlum að nota count, þannig að það sem er inn í lykkjunni gerist ákveðið mörgum sinnum. Og það er í rauninni bara 2 mismunandi skipanir hérna, það er keyra áfram og snúa.
og síðan endurtökum við það. Þannig að við getum eytt út öllum nema fyrstu tveimur. Svona. Látum lykkjuna keyrast 4 sinnum og gáum hvað gerist. NXT-kubbinn og breyttu lykkjunni í forritinu þannig að bíllinn keyri þangað til þú ýtir á takkann og þá stoppar hann.